Guðrún Þór skoraði. Gefur sér 25-19. 2 mörk í röð hjá henni. Og komið upp í 6 mörk. Sóknarbrot þarna dæmir hann. Já, Dolli, þú sá okkar sem að HK verður ekki sáttur við. Nei. Steinunn Björnsdóttir komið hérna í sóknina, skiptur út af. Tekur bara vörnina. Stella, Sigurbjörg, Birna. Birna sér Paulu og finnur hana Dröfver. Vítakast, verðin í teig. Svolítið strátt kannski. Já. Þetta er ekki bara frýtt skot. Engin áhrif á skotið. Stella, hún setur hann í stöngina. Já, harpan er frákastinu. Já. Geta komið sáttu niður í 5. Það þurfa að gera það. HK-stelpur ætli sér að fá okkur út úr þessu. Í það minnst að eiga möguleika á lokasprettinum. Já, Elín. Já, nei. Boltinn endar hjá höndunum á Guðrúnu Þóru. Munar litla Elís hefði fengið hann með smá heppni. Kemur Birna Berg. Hún með boltanum á steinunni en bóðvörd á touchinu. Og Birna út í hornið. Nei, og einhvern veginn að klöngur á boltanum þarna niður í horn. Og Guðrún Þóra skorar alltaf. Komið 5 mörk, 26-19. Já, við komum upp í 7. Það er ekki sénsinn farinn sem HK var búinn að búa sér til þarna svo laglega. Jó, það má búast til því. Þetta sé orðið komið upp í á mikið mun. Já. En það er samt halda áfram að reyna. Heiðrún með skotið þarna, Íris að verja sitt 14. skot, Sigurbjörg og hún skorar 27-19. Og það er svolítið farnar að missa trúna aftur. Já, og Hilmar tekur leiklega. Já, það gerðu samt leik úr þessu og það er eiga hróskili fyrir það. Berið gegn einfallega mun sterkara liði. Framstúlkurnar þær vöknuðu örðið eftir leiklið og Einari. Skoruðu þarna 4 í röð, eða 3 í röð. 4 í röð, 23-19 í 27-19. Þannig að 8 mörk á 9 mínútum og 21 sekúndu. Það er erfitt. Já. Fátt annað um það að segja. Fram merum yfir hundina. Nánast allan leikinn. HK er yfir 3-4. Síðan á 8. mínútu. Já, síðan á 8. mínútu. Þá tók það bara leikinn yfir eins og maður segir og náðu 10 marka fórust í hálfleik 99 og HK náðu að minnka þetta niður í 4. En nú er það komið upp í 8. Það liða á í miklum erfiðleikum með að keyra hraðaflöp eins og HK er átt í þessum leik, þá er erfitt að sjá þær vinna þetta upp. Já, það verður bara að segja þessu er. Já, brotið á Brynju, kominn inn og aftur. Brynja Magnúsdóttir, núna hægra megin. Elín og Valgerður. Leikur HK verið bestur þegar hún er á miðunni. Þarna var Steinunn alveg jafn langt inn í teig og touchina var áðan þegar að Pála skautamarkið. Já. Já, brotið á Elínu. Já, Valgerður. Brynja að finna línuna og það er vítakast. Og hvað? 2 mínútur. Það er myndur á Sigurbjörgu. Já, hún átti ekki von á þessu. Nei. Hún, svo hefst einhver má umræða um þetta. Það tók hvort hún geti jafnvel breytt honum. En það tókst ekki. Ég er að sagða að þetta var nú auðmikið 2 mínútur.
Já, Elín Hanna á vítapunktinum. Vippar langt yfir. Langt yfir, já. Himinhátt yfir markið. Já. Þannig að öðru hverju skotu þá virðist hún vera svolítið hrædd við Írisi og svo setur hún þetta svo laglega hinu skotinu. Já. Þessar 8 mínútur sem eftir eru verði í auðveldari kantinu yfir fram. Ég held að fara að fjara svona undan þessu hægt og rólega núna. Já, vel spilað hérna Karin og Guðrún út í hornið. Ásta Birna skorar sitt þriðja mark, sitt annað mark. Það er það víst 28-19. Já, það verða fram á Valur í bikarúrslitum. Jói, eins og í fyrra. Það er spennandi að bendir allt í þess. Bendir allt í þess og við skulum ekki flauta leikinn af áður en hann er búinn. 7,5 mínútur eftir. Já, það gekk ekki upp. Ásta Birna er langfljótust búinn að stela mörgum metrum fyrir HK-liðið og skorar á öryggi. Nú er hún komið 3 mörk, 29-19, aftur komið upp í 10. Einar kveikti heldur betur í stelpunum sínum með leiklinu á hann. Brynja, þetta er vel gert hjá henni. Hún er komið 7 mörk. 29-20. Já, það þarf að hjálpa aðeins til í vörninni þegar hún fer í sína fintur. 7. marki hennar, 30-20. Nú eru lokatölurnar úr leiknum leikliðana 23. janúar. Já. Það gerður Brynja. Já, 2 mínútur. Steinun Kristófur þarf að hvíla sig. 5. skipti sem að Framar er ekki út af þessum leik. Og HK-ingar hafa ekki nýtt sér það neitt sérstaklega vel hingað til. Nei, þetta eru 10 mínútur á móti 2 og það sé ekki undir bara á sem því kafla. Já, þarna er Líney komin í vinstra hornið á HK og hún leysti þarna inn og nær þarna frákastinu. Líney Rut Guðmundsdóttir með sitt fyrsta mark. Velvægandi hann á línunni. Þetta er Íris svarðið frá Elísu. 30-21. Stella komið hérna vinstra megin. Karin út af. Sigurbjörg og Stella. Þóra inn á línunni. Birna er bölvum vandræði með að ná boltanum. Þetta var náttúrulega tvígrip. Ég gæti að hann ekki sé betur. Nei. En Jón Kváll ákvað bara að lyfta hendinu. Bara svona þess að tryggja þetta. Já, Birna með skotið. Brynja valið það. Já, var hann á fljóta stað. Líney Rut. Veit það ekki. Það fær 2 mínútur. Ég með þess að þó hún hafi verið á fljóta stað þá komst hún ekki eins og nálægt Vildenberg á hann að skota, þannig að þetta hafði ekki nokkur einustu áhrif á leikinn. En það eru þær án eins leikmanns næstu 2 mínúturnar. HK lyfta fram í 45 sekúndar í viðbót með eitthvað svoleiðis. Elín brotuð henni. Það er auka kast. 4,5 mínútur eftir að leiknum. 9 marka munur. Bæði með 5 útispilara. Eitthvað plásætt að geta ætlar hann á að mynda hér. Ekki þennan hátt. Tapa boltanum. HK og Framar að koma. Birna. Missir boltan. Já. Eitthvað vandræðagangur að halda á boltanum. Ekki sáttu sig þarna, stelpan.
Elín og Valgerður. Já. Það var sett hjá henni. 2 mínútur hann á Maríu. Já. Áfæð Brynja Magnúsdóttir á vítapunktinn. Búin að skora 7 mörk, markahæst. Og 8. markið hér. 30-22. Marka munur 3,5 mínútur eftir fram með boltann. Bikarmeistararnir leiði höllin á ný. Birna Berg glæsilega gert hjá henni. Skora sitt fyrsta mark. 31-22. Einungis 2 útispilarar fram sem ekki hafa skorað. Pavla Nevariló og Steinunn Björnsdóttir. Valgerður, já, gott mark hjá henni. 31-23. Hún komur á blað. Sigurbjörgu auka kast. Ekki koma svona nálægt úr skilaböðu sem hún fékk. Steinunn. Birna með skotið að löngu færi og steinleikur í netinu. 30-23. Já, Líney, vel gert hjá henni. Góð með 2. 32-24, það er skora í hverju sókn hérna á lokasprettunum. Það er spilni einbeiting í vörðinni eins og en framan af. Það er svona að fara gærast undir þessu framar að þetta sjá að þetta sé komið hjá þeim og það var skapið hákáðingar. Og þetta áttu sig á því að þetta er töpubarátta. Já, ég er samt á því að þeir eru hróskilið fyrir sína frammistöðu. Já, ekki spurning og það er bara að sína hérna, það er búin að sína mikla framfarir í vetur og þetta er eitt af þeim liðum í deildinni sem er búin kannski að taka sem mestu framförum í vetur. Eins og við sjáum kannski á tölunum í fyrsta leik fram á HK og munin svo í dag. Já. Já, vel varið yfir í sig hennar 16. skot. Dröfn Haraldsdóttir með 15 skot var henni hinum markinu. Mínúta eftir. Steinunn á ferðinni. Nei, fer ekki upp. Birna löngu færi og frábærlega varið af Dröfn. Já. Nei, þessi bolti nær ekki að skila sig til Hörpu og línunni. Hálf mínúta til leiksloka. Já, gott mark hjá Elín Önnu. Og með 5 mörk. 32-25. Skotið fram hjá Steinunni og leiktíminn rennur út. Lokatölur 32-25. Framætti val í bikarúrslitum í kvennaaflokki. Jói, þetta er náttúrulega bara sanngjarnt. Það er ekki mikið að segja. Og var svona alveg líklegra þegar að áður en leikurinn hófst að þetta myndi enda svona. Já. En engan síður, HK-liðið stóð sig virkilega vel og á heiðurskilið fyrir baráttuna í leiknum, sérstaklega í seinni hálfleik. Já, ég ætla að röfta niður í viðtöl, þú farið að gera þetta upp. Já, það byrja á framliðinu, þar er Stella Sigurðardóttir með 7 mörk og Kari Knútsdóttir einnig með 7, Guðrún Þóra Halldórsdóttir með 5 mörk.
Ásta Birna Gunnarsdóttir með 3 mörk og eins og Anna Guðmundsdóttir, Sigurbjörg Jóhannsdóttir með 2 mörk, Hildur Þorgeirsson með 1 og María Karlsdóttir 1 og Marta Sördal 1 og Íris Björk stóð í markinu allan tíman og varði 16 skot. En hjá HK var það Brynja Magnúsdóttir sem var markaðist með 8 mörk. Eftir henni kom Elín Anna Baldursdóttir með 5, Harpa Baldursdóttir var með 4 mörk, Elísa Ósk Viðarsdóttir 3, Líni Rut Guðmundsdóttir 2, Tatjana Suskova 1 mark, ásamt Tinnu Rökkvadóttir sem var 1 mark og Dröfn Haraldsdóttir stóð í markinu allan tíman og hún varði einnig 16 skot. Þá Guðmundur mættur með Hilmar. Þú erum við að reyna að setja hljóð á hann. Það Jói Lange tæknamaður búinn að skella hljóði á þetta. Þá erum við með Hilmar Guðmundsson þjálfara HK hérna. Þið gerðu leik úr þessu seinni hálfleik. Við erum að byrja á að þakka ykkur fyrir það, svo þetta er almennt sjónvarp. Já, við gerðum það. Við töluðum líka í hálfleik bara að fara að byrja að spila vörn. Við munum fá með okkur 90 mörk í fyrri hálfleik, sem er alltaf mikið. En við náðum að gera þetta alveg leik og náðum minnka niður 4 mörk og þú veist, svona, við náðum að spila kannski eins og við viljum gera í seinni hálfleik. Náðum að byrja seinni hálfleikin, ég held að það hefði verið 10-4, en fyrri hálfleikur er náttúrulega fóraleg með þetta. Já, það eru kaflar þarna sem við erum að fá alltaf mikið á hraðarbyrjum í bakið og við erum bara að spila illa eins og, við erum bara ekki eins og er lagt upp með að vera skynsamar og fá réttu færin. En það kannski er ákveðin getumunur á liðunum, óneitanlega, en ef við miðum þetta frá fyrsta leik liðan á tímabilinu þetta sem tapið 14-41 svo við minnið á það er mikið búið að breyta sér liðinu síðan þá. Já, vissulega, það er mikla framfarir og náttúrulega tekur tíma að koma kannski einhverju svona réttri rútínu á leikliðsins og eitthvað svoleiðis og þetta var náttúrulega mótið í öðru leik sko, en jú, þetta er mikla framfarir og mun betri leikur heldur en þá. Og þú veit, svona sæmilega sáttu þáttur að vera fallin úr bikarnum undanúrslitum eða hvað? Það var frábært að komast í undanúrslit og jú, ég sáttu með seinni hálfleikinn en fyrri hálfleikur mátti vera betri. Takk fyrir þetta, Hilmar. Það fá Einar Jónsson ræði við. Einar, ég sá það í seinni hálfleik að þú varst allt annað sáttu við leik þíns liðs. Já, við vorum bara lélega seinni hálfleik. Það er bara ekki flóknar af það, en ég er mjög ánægð með útkomuna út úr þessu leik og hún er frábær. Við erum að vera í úrslitaleik bikarsins, Eimskips bikarsins og ég er hrikalega ánægð með það. Þannig að þetta var kannski spilamennskan ekkert sérstök en engan síður komin áfram, það skiptir máli. Þið leggið náttúrulega bara grunninn að þessum sigri í fyrri hálfleik og eftir 8 mínútur þá stingið af en þetta var óþægilega spennandi, kannski fyrir ykkur þar að segja. Já, þetta var aldrei spennandi held ég, en já, við spilum mjög vel í fyrri hálfleik og leggjum bara grunn að þessu sigri og þar en HK-lið kom sterkt tilbaka í hálfleik og hróskili fyrir það, en við kannski slökuðum fullt mikið á. Þið mæti Val í bikarúrslitum alveg eins og í fyrra. Þær hafa nú verið með ágætis taka okkur svona í síðustu leikjum og eru að handhafar allra titlana nema þess eins. Þið ætlum ekki að fara að hleypa þeim í þann titil eða hvað? Nei, við ætlum náttúrulega klálega að halda í þennan titil og eigum fullt erindi í það. Við erum að fá leikmenn í núna sem að styrkja okkar lið og Stella sýndi það einn dag. Hún var að spila frábærlega í fyrri hálfleik og hún er að komast alltaf í betra og betra stand og við verðum alveg 100% klárar á laugardaginn eftir rúma viku og ætlum okkur að vinna bikarinn eða halda bikarnum, hvort er það? Það er bara eitthvað, þú lítur á þann leik? Já, við ætlum að lyfta bikarnum að minnsta kosti á laugardaginn eftir viku, það er stefnan. Þú talar þessar leikmenn sem eru að koma tilbaka og verið að spyrja það í hversu gott fórum er Hildur komin í. Ég veit að þú vilt hafa hana 100%. Já, hún er ekki 100%, ég held að það sjá það allir en hún er klókur leikmaður og svona gerir svona ýmislegt mikið fyrir okkar lið en ég myndi vilja sjá hana náttúrulega kannski sterkari en því miður þá bara er hún ekki bara ná sér bara almennilega að þeim meiðslum sem hún hefur verið að glíma við og það er náttúrulega mjög slæmt en hún nýtist okkur samt á margan hátt. Akkurat, takk fyrir þetta Einar og til hamingju. Já, Jói er vantanlega búinn að segja allt sitt eða hvað. Já, þakka Jóhannes Lange kærlega fyrir aðstofuna og tæknivinnsluna hér í kvöld. Við sáum fram tryggja sér sigur á
á Háká hér í bikarúrslitum Eimskipsbikarsins mæta Val í úrslitaleiknum 27. febrúar. Þakka Viðari Má fyrir frábæra myndatöku. Sport TV og Guðmundur Marino, sé bless. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Ísskápar, heldur betur. Max. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Harðviðar Val hefur í meir en 30 ár séð ánægðum Íslendingum fyrir úrvalsgólfefnum. Verslaðu við þá sem hafa reynsluna. Harðviðar Val. Þegar þú kaupir parkett. Frá James Cameron, leikstjóra Titanic og Avatar kemur hans nýjasta stórmynd The Sanctum í þrívídd. Mögnuð spennumynd gerð með nýjustu og flottustu þrívíddatækni sem völ er á í dag. The Sanctum, frumsýnd 4. febrúar. Tryggðu þér miða á sambio.is. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1.